þú veist, eins og þegar COVID kláraðist, þá keypti ég mér bara 400 lítra frystikistu og fyllt hana mat og ég lefi bara henni. Það? Já. Vá, herra, mér langar að fara að sé við þetta. Þetta skemmtilegt. Þetta bara mega sens. Já, þetta gerir það, sko. Shit, maður kann ekki að hugsa svona langt svona tíma, sko. Ég held að flestir kunni það ekki, sko. Þú hugsa bara svona 2 tíma og þá er bara volt, heimsending. Já, eiginlega, sko, volt. Ég mikill voltmaður, sko. Já, þú ert voltari, sko, og ég líka, sko, ég var alltaf að fá, Ég var með e-maili hjá Götustrákum, stilt á volt. Þannig ég fekk alltaf, sko, e-mail, hvað hann var að panta sér. Þá fæ ég alltaf frá Bjarka. Nú, kallinn bara að fá sér KFC. Ég endaði með að breyta e-mailinu, sko. Ég var svo þreyttur á Bjarka, sko. Grúppchatti, sko. Hver hér inni var að panta sér Fönix? Já, það er svona kínverskur matur, sko. Ég held ég hef aldrei pantað volt. Er það næst það? Já, það er alveg næst, sko. Ég held ég hef ekki pantað volt. Kannski einu sinni eitthvað. Það er allavega hægt að borga fyrir þetta. Já. Þú veist, vanlega sendinga kostnaði bara 4 skall. Já. Stundum er að 0 krónur þarna. Getur borgað tips. Já. Borgar að tipsi það? Nei. Shit, það var bróðlega, sko. Aldrei, sko. Það er gaman að fara með matið þín, sko. Það er komið svona Ameríkuvæðing í þetta, sko. Já, það er alveg þannig. Já. Þegar í Ameríku þá borgar maður eiginlega alltaf 20%. Já, maður borgar alltaf tips. Það er litið niður að þú gerir það ekki, sko. Já. Þeir lítur örugglega niður á mig þessi gæðir, sko. Já. En eins og glöggir hlustundur sjá, þá var hann mættur enn og aftur. Já. Okkar maður Þórarinn. Já, takk fyrir að bjóða mér. Hvað segir kallinn? Annar maður. Kemur hér á eftir Magga Mix. Já, það er stórt. Maggi Mix var síðast og nú fyllir þú upp í skarðið hans. Já. Er þetta skarð til að fylla upp í hann? Já, það er svo margir sem ruggur okkur saman, sko. Já, það er svoleiðis. Enda báðir kóngar. Já. Það er bara svoleiðis. Það er fakt, sko. Herri, við erum að fá þig líka, þú veist. Núna viljum við fara yfir ýmis málefni og við viljum líka loka árinu. Af því, hver elskar pólitík meira en Þórarinn? Ég elska hana mjög mikið, sko. Já, ég hata hana. Já. En þegar þú talar, þá er ég tilbúin að hlusta. Já, takk fyrir það. Ég mest, sko, og ég er sammálað, það er pínu leiðilegt að svona, mér veist, pólitíkin vera svolítið aðskild svona hinnum almenna kjósanda. Þú veist, það eru langflestir sem að bara ákveða sig á kjördag, hvað er alltaf að kjósa. Já. Og Ég það, sko. Já, það eru, ég held að séu miklu fleiri heldur en með stjórnmálamenn pæli sem eru það, sko. Ég nefnilega, sko, segjum að, þú veist, þá áttu kjósa klukkan 12, þá er ég klukkan 8 morgunum, 4 tíma fyrr, að ringi 4, mömmu pappa, hvað kusi, svo ringi ég kannski 2 vini, hvað kusi, svo bara setji bara reiknivélun upp í hausnum á mig, sko. Ég fæ nokkur svona símtöl á kjördag. Já, bara svona, heyrðu, hvað ég að kjósa? Já. Þá reynir ég svona að hugsa svona, hver er þú, skilur, og hvað vilt þú og... Hann notar ekki samböndin bara í að, þú veist, kjósa það sem þú vilt kjósa? Nei, ég horf ekki þannig á lýðræði, sko. Ég er með mínar hugmyndir, sko, það hvað er best fyrir samfélagið, en ég horf ekki það stórt af þær að það séu bara eitthvað svona það sem að eigi að vera. En ég samt sem aður er þetta farir fyrir því ég tek kannski upplýstari ákvörðun ef ég er búin að vera að pæla í þessu allan ásins ring, þannig að það er svona tvíegja. Af hverju heldur ungt fólk sé ekki að nýta sinn kosningarétt? Mér finnst stjórnmálamenn, þetta er ótrúlega fyndið, ég var að tala um þetta pappaðan, þetta er ótrúlega fyndið, sko, hvernig stjórnmálamenn og almennt séð svona, það er hort á ungt fólk sem er kannski yngri við. Þú ert aðeins yngri við, þú ert 91 eða ekki? Já, ég er 94, já. Já, 94. Fólk sem er kannski aðeins yngra, svona kringum 2000. Já. Aðeins yngra en það og kannski aðeins upp úr. Það er hort alveg svona, ekki niðraða beint, en það er gert alveg sára lítið í því að reyna að fá þetta á kjörstað. Sjálfstæðarflokkurinn er með einhver svona pizzapartí og bjór og svona handa krökkum sem eru rétt skriðinir yfir eitthvað, yfir 18 ára eða eitthvað þannig, eða 20, svo nú, hérna, höfum þetta rétt, en svo er þetta, þú veist, gegnum árið, þá er þetta miklu meira svona 40-something fólk sem er komið saman í einhverju spjallþætti og skilur ekki okkur ungt fólk er í kjósa. Það er engin ung manneskja þannig til að, sko, vera til staðar til þess að færa rök fyrir einhverju málstað. En svo er í miðjum spjallþættunum þá fer einhver fréttamaður út með myndir af stjórnmálamönnum og er svona með Steingrim Jóðið eitthvað, hver er þetta? Veistu það ekki hálfvitið? Og svo bara, við skiljum ekki okkur, þið er ekki með meiri áhuga á þessu, sko. Og það er það sem að mér finnst alltaf meður, sko. Því ég held að, almennt séð þá er fólk ekkert, við erum svo ótrúlega að fá, þá þurfum við líka að gera grein fyrir því að við höfum miklu meiri áhrif heldur en til dæmis kannski eins og í Bandaríkjunum. Okkar atkvæði hefur miklu meiri áhrif heldur en annar staðar og í flestu löndum út af því við erum svo fá. Þannig að svona stjórnmála þáttaka er í grunninn töluvert auðveldari hér heldur en annar staðar
og mér finnst persónulega að fólk ætti að spá því út af því að þetta hefur áhrif á þín kjör og ef þú ert ekki með að svona halda þeim við efnið að þá náttúrulega verður ekkert þá verður þú ekkert í umboði hjá þessum aðilum sko. En segjum til dæmis eins og sko að gaur sem er búin að vera núna að kjósa í einhver 12 ára eða eitthvað og hann er alltaf bara búin að gera sitt besta núna er atkvæðið mitt alveg bara virt og svona en samt alltaf sama kjaftaðið í gangi þú veist, er þetta, þú veist að ég líti á þetta þannig sama hvað ég geri þá er þetta ekkert að fara að breytast Nei, ég er nefnilega sko, það er nefnilega alveg Er þetta bara kókain og jullur hana og veist Kókain og jullur á Kjarval Já, svo ég er að kjósa fyrir einhverju virtu samfélagi sko sem ég fæ aldrei tilbaka Nei, en það sko það er náttúrulega það sem að er kannski vandinn líka er að maður á nú ekki að vera að setja út á kjósendur en eftirspurnarhliðin er samt alveg líka snýr svolítið að því að fólk vill svolítið láta taka utan sig Það er engin stjórnmálamaður sem kemur og segir heyrðu sko, ef þú ætlar að kjósa mig sko, ég veit ekki eins og hvað þú heitir þannig ég er ekkert að reyna að ljúga þig að þér að mér þykir eitthvað vænt þig Það sem mig langar að búa til er hérna skilvirkt samfélag þar sem að sko, ríkið er ekki að koma að knúsa þig hvert skipti sem þú fær að grenja það er bara einhver sem er hérna komin til þess að bæta þannig úr stöðunni og búa til þannig umgjörð að þú getur orðið þinn eigin lökkusmiður og að ríkið sé ekki best til þess fallið að búa til samfélag þar sem að þú getur náð þínu fram og því að það talaði stjórnsýslufræðum og talaði stýring og stjórnun og við hefum fæst miklu meira í þessa stjórnun það er að segja að við erum með svona það sem heitir bottom up samfélag þar sem að það er bara einn sem tekur ákvarðanir og svo dreifist það niður í staðan fyrir að vera með einhvers konar dreifstýringu þar sem að fólk er að taka eigin ákvarðanir en þú ert að reyna að stýra samfélaginu þannig að hagsmunir þeirra séu ríka að bæta samfélagi fyrir aðra og það er svona, eins og ég segi það er ekki góð þróun Nei, en hefur séð til dæmis síðustu 10 ár hefur séð samfélagi bætast það? Já, ég meina sko, þú veist, bara dæmi hérna, ég unni með fötluðum frá 2010 það er stórkostlega stór skref sem búin að eiga sér stað í þeim málaflokk og við oft sko, ég held að Coleman Hughes hafi sagt sko hérna held ég að nefnda mér þess áður annarkosti ykkur að frosta hérna að vondir hlutir gerast hratt og góðir hlutir gerast hægt og það er kannski svona erfitt fyrir okkur að meðtaka hversu betra samfélagi hefur orðið með þessu bara stórkostlegu kaupmáttur sem hefur fylgt ferðarþjónustunni sem að við höfum svona allir vanmetið ég meina svo velmegun sem að við höfum lifað við ótrúlega há laun ótrúlega mikil velmegun og ótrúlega lítið af svona félagslegu vandamáli samanburði við eins og gerist bara í Evrópu og í Bandaríkjunum að þá lifum við ótrúlega góða hluti og já, þeir eru búin að batna á síðustu 10 árum 2014 þá er bara uppgangur ferðarþjónustunnar að byrja Já, en er ekki mjög oft lofað þú veist fögrum hlutum en svo gerist ekkert Jú, það er líka ég meina, ég er líka bara veit ekki af hverju stjórnmálamenn telja sig vera best til þess fallna að bjóða út þau loforð mér finnst alveg svolítið einkennilegt að stjórnmálamenn hafa frekar fyndið, hann var hérna hann heitir Guðmundur hann fór fram fyrir Betri Reykjavík að ég held sem var í hérna borgarstjórnarkosningu síðast man ekki eftir þessum manni og hann var hérna, það voru allir þau muni hvað húsnæðismál og leikskólamál voru mikil í deglunni eins og þeir í dag og það voru allir bara hérna ég ætla að byggja sko 10.000 íbúður nei ég ætla að fara í 20.000 íbúður það er bara allir sem að vilja íbúð fá hana bara ókeypis bara félagslegt húsnæði bara verið 30% og við bara munum bjarga öllum og allt verið frábært og það er einn hérna sem var einmitt að vinna hjá byggingafulltrúa Reykjavíkur sem að sagði bara hvað ætlaði að fá allt að vinna hvernig ætlaði að byggja þetta hvar á fólkið sem að þarf að byggja þetta húsnæði að fara að búa sjálft hvernig ætlaði að fara að þessu en það við erum svo, eins og segi, ég vil ekki vera gagnrýna kjósendur of mikið en þetta er samt sem áður að við viljum rosalega mikið að það sé haldið utan okkur og okkur sé bara sagt að allt verði í lagi Já, en svo er eins og, sko, segjum við bara eins og helmingur íbúa nú bara á eins og höfuðborgarsvæðinu það er að eyða kannski 80% af laununum sínum í að búa í 90 fermetrum þeim er alveg saman hvort ferðarþjónustan gangi vel eða ekki, sko þeir séu kannski ekkert samfélagi vera að batna þegar þau eru bara í sama fastegna vesenni eða leigu vítarhingnum eða eitthvað svoleiðis sjáum við þetta eitthvað batnað eða?
Nei, sko, þannig kemur einmitt inn á punkt sem að ég var að tala mjög mikið kring COVID-19 þar sem ég var að reyna að færa rauk fyrir því að harðar aðgerðir væru ekki best til þess fallnar að koma okkur út úr þeirri krísu sem að veiran var út af þeim félagslegu afleiðingum sem við erum alltaf að sjá, ég meina ungt fólk er byrja að beita miklu ógeðfelldara ofbeldi gagnvart hvort öðru og víðar og svo náttúrulega myndi þetta hafa stórkostlega vond áhrif, menna ef þú slekkur á hagkerfi dælir peningum inn á það er bara eitt sem gerist, það er bara verðbólga og þú í rauninni mokar pening undir þá ríku en einhvern veginn náðu við aldrei þeim punkt og ég var að reyna að vara við þessu á sínum tíma og fekk bara skít og skammir fyrir það að vilja hvað var að drepa gamalt fólk og fleira þvíumlíkt en ég var bara að reyna að segja að sko afleiðingarnar af því að fara í svona ótrúlega harðar aðgerðir myndu alltaf vera að við værum að horfa upp á þann stað sem við erum á í dag þetta var svo augljóst og ég skil ekki sko hvernig við gátum einhvern veginn leyft okkur að fara á þann stað og eins og ég segja og við erum að tala um stjórnmálin stjórnmálamenn tóku meðvitað ákvörðun að taka sjálf sig úr sambandi það var ekkert þannig að ég meina, sjálfsög, ég meina Þórólfur finnst mér frábær og mér finnst Víðir að mörguleiti fín og svona notið einkennilegt orðalag stundum Alma þykir mér frábær líka ég vann hjá landlæknisembættinu á tímabili og það er frábær vinnustaður var þar í starfsnámi en aftur á móti þá tóku stjórnmálamenni meðvitað ákvörðun að láta þetta bara í hendunar á þeim og við höfum einhvern veginn ekkert tekist á við þann punkt þetta bara svona gerðist við vorum í svona hálfopnu stofufangilsi í 2 ár með mismunandi takmarkunum og slöktum á hagkerfinu á stórum hluta mókuðum bara peningin í endalausa úrræðum byggum bara til herdeildir sjúkraherdeildir þar sem að ég meina krabbameins tilvikum sem hefðu ellegar orðið verið greind fyrr eru búin að rjúka upp þannig að sko þetta var er verið að greina meira fólk eftir nei, það sem hefur gerst er að sko krabbamein náttúrulega dreifir úr sér og það sem allavega hefur verið að gerast eftir því sem ég best sé er að krabbameinstilvikur sem hefðu verið greind á sínu tíma eru greind of seint í dag og þar af leiðandi er ekkert hægt að gera í út af COVID þá Já, það var náttúrulega miklu minna skimað fyrir þannig að þú veist, það er fullt af svona hlutum sem að ég einhvern veginn svona og við einhvern veginn bara svona höldum áfram og svo bara skiljum við ekki á hverju verðbólgan er og þá bara sagt það er orkukrísunni í Evrópu það er náttúrulega bara ekki rétt það er út af því að það var ótrúlega mikið af peningum mokað undir alls konar úrræði í COVID og þar af leiðandi leitar það inn á fasteignamarkaðinn út af því að það sögulega séð er langbesta fjárfestingin sem að fólk getur gert þannig að hér eru við í dag Hverjir hefðu átt að taka ábyrgð á þessu eins og þau voru að gera? Mér finnst að stjórnmálamennir hefðu átt að vera aðeins minna litlir í sér sko vera harðir bara þeir muni líka alveg, ég meina, þú veist maður labba át í búð mér fannst óþægilegt að vera með grímuna yfir nefið og það var bara einhver manneskja sem að mætti það bara yfir nefið skilur, manneskja sem að myndi aldrei yrðaði við eðlilegar aðstæður og það var svo mikið af svona hlutum ég meina Halldór Armand skrifaði las upp pistil í RÚV þar sem hann var að lýsa að hann fór á körfuboltaleik og hann er svona frekar svona soft liberal held ég ekki libbi en svona liberal og hann var bara svona já þú veist ég er mest megnis með þessu mér varst bara alltaf skrítið þegar gaurinn trilltist þegar ég fagnaði körfunni án þess að vera með grímu upp í stúku svona 35 metrum frá honum og þú veist við urðum öll einhvern veginn svona bilu og núna, það er líka frekar fyndið núna horfum fólk á þetta og segja bara já, við vorum alveg biluð þetta var alveg bilað við jeppuðum yfir okkur já, það er svo leys en samt einhvern veginn svona maður gerir einhvern veginn ráð fyrir því að það kemur einhvern veginn öðruvísi krísa sem er kannski ekki nákvæmlega eins þá munir fólk samt aftur detta bara á 100% vagn þó svo ég viti ekki alveg, maður er svona að sjá ég meina, maður sá líka svona þeir sem voru mest woke svona árana undan þau voru mest þarna
í því að sko enginn mætti fara út það var bara sko ofbeldismenn sem var að tala fyrir því að jújú, þú mátt vera heima hjá þér ég ætla að fara út þá var það ofbeldismæður sko og hérna, og þetta er allt sama fólki við erum að tala hérna og með, skilurðu, alla þessa kvíða sem að þau eru hægt að geta talið upp sko Erum við að tala að Axel Pétur sé stóri sigurvegarinn í COVID-málunum? Ég veit ekki, ég hérna verða viðurkenna, ég ekki nógu mikið búin að fylgjast með honum. Nei, ekki ég heldur þetta en ég held ég viti afstöðun hans. Siggi Bond retweetaði daginn þegar gaurinn var að halda einhverja ræðu þegar allir voru að fá COVID-booster sáu þið það? Já, á okkur bílaplani Já, eða inn í salnum bara Já, var inn í salnum, jú, já Já, hann svona gerir vanlega ræður fyrir landsliðið Já, ég hef séð það Nei, mann bara, það var sinfónían var stundum og svo var skilur Helgi Björsur og eitthvað Já, þetta var rosalegt Þetta var bara geðveiki, sko Já, ég meina, mér fannst þetta algjörlega störðlað sko, svo var líka þú veist, ég fór ekki í bólusetningu og hérna, og fólk sko, það var svona svolítið eins og værir náttúrulega manneskja, en líka eins og væri geislavirk sko, fólk svona, já, ég veit það wow, heyrðu, ég ætla ekki að vera ræðið, ég sagði bara, ég er mótefni þú veist, ég fekk COVID, ég var bara einaði fyrstu sem fekk COVID ég var að þjálfa hérna strák og fekk COVID gennum hann og hérna, var mótefni þannig ég fór aldrei og ég bara alltaf þegar ég fór í mótefnamælingu þá var ég með mótefni þannig að sko ég sagði bara já ég þarf ekkert booster þá var allir svona þú veist það var alltaf talað hérna já þú þurfum eina sprautu og svo hérna sprautu nummer 2 og svo þurfum við booster svo ég var bara hérna þetta er ég bara svona nei takk og þá svona varst þú sjálfur á orðin þó svo að bólusetning kom ekki í veg fyrir smitt þá varst þú samt orðin vond manneskja fyrir það einhvern að vera ekki með og ég held að það hafi snúið ótrúlega mikið með bara ég meina þetta er svona ef þú farið nýjan síma og einhver segir við þessi sími þú veist að þeir fundu hérna bugg í honum og hann er ekki góður sko þá svona ferðu sjálfur jú víst er hann góður það var svolítið að sama með fólki sem svona var að taka þessar ákvarðanir var bara jú víst, þetta er góð hugmynd og ég held að við svona, eins og segi, við mistum að þessu vitið sko. Já, myndir þú að segja að þetta væri, þú veist, þarna væri eins og að tala þessi stjórnun Já Þarna Brynjar Níelsson segir alltaf að hérna, manneskjan sé í eðli sínu fasisti sem að vilja stjórna öllum öðrum Það er svolítið nýtt orð sko, getur þú útskýrt hvað fasisti er? Að ég náttúrulega meðalgreindur, eða kannski rétt fyrir neðan Ég myndi segja að, sko, það náttúrulega hefur tekið svolítið breytingum en fasismi var í rauninni svolítið svona regluveldi hinn sterka sem að snera því að stjórnunartilburðin hinn sterka ætti að vera ofan á og að sá sterki ætti að leiða sterkur leiðtogi sem ætti að taka ákvarðanir og svona veigri sér hvergi við því að taka ákvarðanir sem að snúa því að bara að svolítið herða skilurðu, almúgan og ég meina þetta er náttúrulega Franco var svona, já, og Mussolini náttúrulega voru þannig tveir, sko, þeir eru svona þekktasti fyrir fasismann Mussolini skrifaði náttúrulega hérna fasista manifestói sem að snýri einmitt að því að frábær bók já, það er bara stytt það er stytt bara kafli, sko þetta er ekki, að með minnir ekki löng bók, þetta er einhverjar ég hef lesið þetta, sko, á sínum tíma einhverju 10 blaðsíðna en allavega, og snýr sér þetta að því að það sé hinn sterki leiðtogi sem eiga að leiða og eiga að vegra sér hvergi við því að í rauninni traðka, þú veist það sé bara svona náttúrulegt val á því að sterki sé ofar og þar alveg eigin veiki að verða undir Já, það er fasisti Já, er tilbúin til þess að færa það í framkvæmd á samfélaginu, ég held að það þurfi líka að vera inn í þessu sko. Ricky Gervais sagði í nýja stand-upinu sínu að núna ertu fasisti bara fyrir að læka, þú veist, tweet hjá Joe Rogan Nákvæmlega, nei þú veist líka bara orðið svo útþynnt menna allir sem að tala innflytjendamál eru bara sjálfkvæmlega rasistar eða þau vilja bara ekki opna á allt og ég meina xenofóbía líka, islamafóbía er eitthvað svona orð sem er aftur komið núna sem að við heyrum ekki neina önnur trúarbrögð en á að vera einhver svona hugrenningatrengsl gagnvart rasisma og svo ég meina Karl Remba er náttúrulega bara orðin sá sem er ekki búinn að sko lúslesa þriðjuvaktina og sko Karl Remba er sko þú ert Karl Remba að þú ert ekki með tippabúr út í horni þá ertu eiginlega bara Karl Remba sko tippabúr já það er svona chastity
Hefur aldrei dottið djúpt á Pornhub? Nei, ok. ekki svona svaka niðurlæginga dæmi sko. Já, þá var bara einhver að hamra konuna meðan þú ert bara með tippa búrið í hodni. Það er svona, ég myndi að segja að það verið góð skilgreining sko. Já, ég meina, ég eins og segi, þú veist, ég veit ekki hvort það sé besta skilgreining, en það er skilgreining. En þú veist, eins og ég var að hlusta á Björn Inga og Jakob Bjarnar sem voru á Vísi í morgun og þeir voru að tala bara þessi woke-iðnar bara að falla og ég veit ekki hvernig hitt mun lítið út sko. Nei það verður áhugavert að sjá og það er allir búin að gefast upp á þessu rugli. Já, mér langar að ræða það sko. Hvað, ef að segja fyrir 2 árum þá var þetta bara the shit. Já. Það var bara, ef þú varst woke þá varst það eiginlega bara svona smá, hvað var að segja, töffari? Já, fólk elskaði þig, þú bara, fegst mikið af fylgjendum. Þú ert ótrúlega góð manneskja og þú ert woke og ég þakkaði fyrir þína baráttu og núna ertu eiginlega orðið bara svolítið gerpi sko. Já. Það er lúðalegt að vera með svona mest woke tweetið sko. Já. En maður sér líka alveg samt sko. þetta er ekkert mjög djúpt þengjandi fólk oft á tíðum. Sko. Nei. Veist, þetta er ekki fólk sem er gaman að bjóða í partí. Nei, alls ekki sko. Ég spurði einn viðmælandi einu sinni hvort hann myndi fara manngjald, ég var Halldór Benjamín eða Hildur Lillendal í sumarbústað og hann sagði bara, ég get ekki farið með fólki sem brosar aldrei. Já. Ég vil ekki að segja að Hildur Lillendal brosar aldrei, en ég bara að segja að það er bara fólk sem með það viðmót bara lappin í herbergi og bara tilbúið að bara örlast yfir því einhverju svona sem mislíkar. Já. Þú sér líka, þú veist, það eru myndir af ókstelpum og kannski, þú veist, Reykjavíkudætrum eitthvað svona og ef það er hópmynd þá eru það allar brjálaðar. Þú veist, við erum allar hér og við erum allar reiðar og við erum allar sterkar. Já. Bara svona, já, ok, cool maður. Nei, ég meina, en þetta er líka samtalið kannski þau skilaboð sem við erum búin að gefa karlmönnum eða svona spegilmynd af karlmönnum sem við erum búin að móta er að sko það þykir eitthvað fínt að vera harður og þú veist vera allan daginn reiður og eitthvað þannig. Það er ekki mín upplifun að svona sterkum karlmanni sko. Mér finnst karlmennska miklu snúa meira en það bara að vera með ákveðið sjálfsöryggi og vera tilbúinn að takast á við áskoranir og dyggð og bara auðmjúkur og líka bara snýrað ákveðinni svona, já, ekki fræntigli en svona vináttu, ég meina, þú veist, karlmenn eru mjög svona, svo ég fá að sletta, svona cooperative, við erum mjög gaman í töluleikjum, þar sem við erum að takast á sameiginlega við eitthvað verkefni, en sko, en þessi mynd sem búin að vera mótið af karlmennum í dag, að þeir séu sko, ekki það, sko, bæði það að vera bara grenjandi allan daginn yfir því öllu sem að kemur fyrir þig og þú ert að opna og þú ert alltaf að grenja þegar þú líður eins og þú þurfir að grenja og helst að senda myndaði grátandi. Já, ég er alltaf bara svona, ég veit ekki hvort að það sé endilega, þú veist, auðvitað að strákar að fá að gráta þegar þeir þurfa að gráta. Já. En það er munur á því að sko að væla og gráta. Og væl er ekkert styrtamerki sko. Og ég held að það þurfi svolítið að gera greinamun á þessu. Já, ef þú liggur heima og eru sjálfsvorkun allan daginn, þá kemst ekki neitt áfram í lífinu sko. Nákvæmlega. Ég hef prófað það virkar ekki sko. Nei, nákvæmlega, og ég meina, en samt sem aður er búið að segja einhvern veginn við okkur, já, hérna, bara strákar þurfum einhvern veginn að vera sko að passa sig að taka ekki pláss og passa sig að vera hérna alltaf svona tilbúnir í það að vera leiðir ef þeim bara opna á tilfinningar sínar og þeir eru náttúrulega með þennan undirliggjandi kvilla sem er bara byggður inn í þeirra sko x-uppslón litning og ef okkur tekst að koma þessu á framfæri þá líður þeim miklu betur sko. Þetta er fyrir, það er magnaðasta í heimi þegar maður heyrir að tala um þetta, það er bara, þetta er fyrir kallmennana gert sko. Já, þetta er eins og sko, skilabóðin séu, það er einhver að fara að koma að bjarga þér þú vælir en staðan er ekki svoleiðis, það er enginn að fara að koma að bjarga manni sko. Og þegar maður áttar sig á því þá er maður kannski aðeins tilbúin að fullorðna sko. Já, þú líka bara, þú vilt ekkert að aðrir séu að fara að bjarga þér. Maður vill miklu frekar að einmitt að þú getur sjálfur tekist á við þínar áskoranir og ég held til dæmis að bara að þetta sé ákveðin legasagar sem eru búin að segja sjálfum okkur að það sé best að fólk að aðrir komi
öllum til bjargar alltaf þegar að þau eru einhvers konar vanda. Ég held einmitt að þau eru miklu frekar bara nei, núna þarf þú bara að rífa í gang. Og ég meina við gerum þetta við allar aðrar aðstæður. Við erum aldrei einhvern veginn sko, ef einhver að algjörlega skýta upp á bak, þá erum við ekki bara aðstúðan við það að skýta upp á bak. Við erum náttúrulega að segja bara, nú rífur þú þig í gang, ég nenni ekki að tala við þig fyrir þú ert búin að rífa í gang, nú hættur þessu væli, ferð að vinna og þannig bætir bæði samfélagi og sjálfa þig. Já, nákvæmlega. Herðu, ára höldum áfram og við viljum aðeins að fá kynnast þér og svona, en við erum að sjálfsögðu í búið fitnessport. Ég var að senda á Óla, sko, við erum vanalegir með einhverja 30 hydrate flöskur, en þú veist, það er búið hjá okkur núna. Já, einhverju búin að stelast í skúfuna hjá okkur og fólk ódýð í þetta. Pílan í fullum gangi. Pílan, horfður á píluna? Já, það er mjög gaman. Jöfnvel, þetta gaman. Görum Price, datt út í gær. Það var högg. Ég er mikill ísmaður, sko. Já, en ertu að fylgjast með Littler? 16 ára drengur? Nei, ég er nefnilega ekki búin að horfa á neinn leikmann, ég er bara búin að sjá fréttir hann. 16 ára drengur, hann er að pakka öllum saman. Það er svoleiðis, ennþá? Já, hann er ennþá í mótinu. Já. Rosalega, mætir náttúrulega með smá bumbu eins og við og það er ástæðan kannski okkur við fýlum hann. Það gefur okkur von. Er náttúrulega allir þarna með bumbu henni fyrir utan ísmaður. Það er alveg íþróttamenn fyrir síkana sko. Já, það er standard í þessu sko. Og þú getur fengið píluspjald í fitnessport og 50% allir með konu góðustrákar. Þetta er, þú veist, eigið í bílskúrnum, píluspjaldi. Við þurftum að hafa eitt hérna sko. Já, það er enda rétt sko. Það verður geðvægt. Píluspjaldi er eins og spjótkast fyrir dverga. Já. Veistu hvað við? Svona smá sko. Það er mikið sens sko. En kíkja á Svavar í fitnessport, ég er fyrir ekki að fara í búðina. Því stemningin annað er bara ruglustundum. Hvernig myndur þú segja, þú veist, hver er Þórarinn? Hvað átt að gera? Við vitum alveg hvað átt að gera. Já, ég er hlaðvarpstjórnandi. Ég vinn með... Hvað heitir hlaðvarpið? Það heitir Ein Pæling. Ein Pæling. Já, og áskrift á partus.is, skáttur Ein Pæling. Það þarf alltaf að vera reka eftir, ég er svo lélegur að plugga sjálf. Bara, þú veist, gerist áskrifandur. Já, gerist áskrifandur. Hérna, já, svo er ég hnefileikaþjálfari hjá World Class Boxing Academy. Er laust hjá þér í þjálfun eða? Það er það ekki núna. Nei. Ég er full bókaður í enga tíma sem stendur. En hérna... Skoðum þetta. Við skoðum þetta. En það verður eitthvað eftir áramót sem að losnar. Þannig að við förum að skoða þetta. Já. Ertu búin að vera lengi að þjálfa bóksa? Ég er síðan 2014, þannig að bráðan 10 ár. Búin að vera að bóksa síðan 2008. Og þjálfa síðan 2014. Byrjaði aðeins fyrir endar. Og já, við vorum hann í Mjölni, hangað til bara á þessu ári. Þá byrjuðum 1. janúar hjá World Class, fórum við út í Bjössa. Og það er bara búið að springa út þar. Það ekki? Jú, það er bara búið að ganga. Ég sé bara 6 AM klöpn annar hver dag bara og það er litla keislan í gangi. Já, það er alvöru keisla sko. Þetta er líka bara þannig sport sko. Ég meina, það sem er kannski gott sem að... Svo ég rósa nú aðeins mér og Davíð, alltaf sérstaklega Davíð, hann er alltaf ótrúlega skrítinn á eins góðan máta og hægt er að orða að hérna... Hann segir að þessu eins og ólíkir og hægt er að vera en í boxinu tengiði. Já, það er eiginlega nákvæmlega þannig, ég meina, það er eiginlega, við erum ekki með nein sömu áhugamála undanskildi þessu og ég meina við erum bara sikkur manneskjan, það er eiginlega alveg ótrúlegt sko. Honum finnst alveg galið það sem ég er alltaf að tala og mér finnst alveg galið það sem hann er að tala en á boxinu tengi og þetta er alveg fyndin saga sko, ég hérna fyrst ég hitt hann á hérna og hann geti tekið þessu illa sko en fyrst ég hitt hann þá hérna þá var ég bara svona já hann er fín og ég vissi að hann var að koma hann inn og ég vissi að hann var að fara að vera yfir þessu og ég er náttúrulega stúrsast í svo ótrúlega mörg að ég finnst rosalega gott að vera hana sem aðstofar yfirþjálfari það er eiginlega bara fullkomin staða og hann hérna hann er þannig náttúrulega algjör tjokko sko með þess að meiri tjokko heldur en er í dag sko og ég hugsaði með mér bara djöðin er ég að fara að vera með einhverja fucking TikTok stjörnu hérna yfir mér einhvern góð sem er hérna gólandi í kameran allan daginn en svo einhvern veginn var það eiginlega bara hálf ótrúlegt að við náðum bara algjörlega að klikka og það bara já við þetta samstarf hefur gengið honum framar og hann hefur gert mig að miklu betri þjálfara ég vona að ég hafa líka aðstofað eitthvað við hann að hann verði betri en við einhvern veginn, eins og segi, höfum náð að búa til mjög góða summu af boxurum og við erum, þó ég sé sjálfur frá, frekar sigursælir og gengur vel eins og núna þegar Elmar Gauti er hjá okkur núna, hann... Er hann komið til ykkar?
Hann búinn að vera hjá okkur allan tíman. Nú, ok, ég held að það væri Kev City. Nei, ok. Hann geggjaður. Hann geggjaður nefnilega. Hann ótrúlega sterkur boxari og líka mjög flottur þjálfari. Og það ótrúlega gaman líka að vinna með honum út af því að sko, ég veit ekki hvort þið voru náttúrulega senast Icebox. Já, við horfum á hann sko. Hún mæta öll Iceboxin. Já, akkurat. Ég man sko, ég kallaði inn kombóið sem að sló út Alistair Baranov. Og ég nefnilega sá að Alistair náttúrulega ótrúlega sterkur hellu, harður boxari sko. En ég sá að hann var rónað þreyttur og þá droppar hann aðeins vinstri hendinu og ég sagði 1-4 velmar sem því að hann stígur með vinstri hendinu og svo stekur hann stóran krók með hægri sem hann gerði. Það er rosalega þægilegt og svo náttúrulega kláraði hann barðaðan en það er rosalega þægilegt með Elmar að þegar maður hann heyrir allt og það er eins og að vera bara pínu eins og að vera með fjasteringu í boxleik að vera að leiðbeinunum. Já, ok. Þannig að eins og ég segi, það er alveg ótrúlega gott. En svo er líka bara, og eins og ég segi, svo ég pluggi nú líka aðeins boxinu, það er mjög margir sem að, og það sem ég ætlaði nú að koma inn á ástæðan fyrir því að við svona hafa tekist að búa til aðeins öðruvísi umgjörð. Það er mjög margir sem með þá hugmynd að boxa eða þú þurfir að vera að fara hann og láta lemja í hausinn. En það er ekki þannig sko. Og sumir fíla ekki til að láta berja sig í hausinn og þá er það bara þannig. Þá er þetta bara miklu meira snýst það að læra boxið og vera svo að púða sko. En eitthvað betra en að fá eina hnefasamlóku af og til? Sko, það er náttúrulega bara persónubundið sko. Ég meina, sumir vilja alls ekki vera að láta kýla sig í hausinn. Ég dreg ekkert fjöður yfir það. Ég meina, þetta ekkert, þú veist, ég láti berja mig í klessu í hausinn, sko. En ég dreg ekkert fjöður yfir það, ég meina, þetta hefur ekkert frábær áhrif til lengri tíma ef þú gerir þetta vitlaust. En svo aftur á móti, ég meina, þegar ég byrja í boxinu með, sko, Ómari Mehmet og Gunnar Þór og þá mætti maður bara æfingu og þú varst bara lamin í klessu, sko. En hvernig myndið þið taka á því ef ykkur myndi fara bara niður í bæ og berja ykkur, þú veist, ekki sjálfsög? Það er bara alveg eins og bara hvert annað agamál hjá ISI sko. Það er ekki tekið vel í það. Nei. Og sá sami þarf að sæta refsingum, viðandi refsingum ef það er eitthvað svoleiðis fíblalæti sko, eða bara hent út á sportinu sko. Já, nei, það er náttúrulega sko líka bara, þú veist, þegar þú kannt að slá frá þér þá berðu ákveðna ábyrgð á því hvernig þú meðhöndlar mismunandi aðstæður sko. Og það sem náttúrulega kannski líka gott við boxið sko er að þú líka finnur ekki kannski jafn mikla þörf fyrir það að þurfa einhvern veginn að sýna einhverjum sko að þú sért einhver meiri maður sko. Ég myndi segja eins og í boxi að þú veist, er þetta einhver svona besta discipline dæmi sem þú gæti bara farið í eins og fyrir unga stráka? Mér finnst það, ég meina þetta er notað í Bretlandi til þess að taka á agavandamálum. Það var úrræði sem hét Knives Down, Hands Up sem var sett úrræði bara fyrir unga stráka. Ég meina, nú erum við búin að vera að keppa víðsvegar sérstaklega Norðurlöndunum hún er að keppa víðsvegar og maður sér alveg, ég meina, þegar Bretarnir þeir mæta með unga stráka sem að hafa augljóslega átt erfitt uppdráttar og þeir eru kannski með 3, 4, 5 gutta með sér sem er kannski bara 5, 6, 7, 8 ára og ég meina, þjálfarinn maður heyrið alveg út undan sér að þetta eru strákar sem bara eiga ekkert annað og þeir væru bara á götunum að lenda í mjög miklu vandræðum og sama gildir náttúrulega, ég meina, þú veist, Danir eru í vandræðum líka með bara samfélagshóp sem að einmitt núna verið að reyna að íta alltaf í boxið. Þannig að jú, þetta er náttúrulega frábært. Ég meina, ég hef kennt fólki líka sem að hefur verið á alls konar staði í lífinu og hefur verið á vondum stað á þeim tímabúti sem er labbinn og þá hefur það bara haft jákvæð áhrif á þeirra framvindu sko. Já, en ég vil alltaf hrósa ykkur að því boxið hefur líkast aldrei verið stærra. Nei, það er eiginlega, og það er sko, og ég ætla nú ekkert sko, það er líka Davíð Rúnar alveg svona, hausinn á honum mjög skrítinn sko. Þú veist bara eins og dæmi með Icebox þegar við vorum búin að halda eitt, ég held að hafa ekki verið byrjað að kalla Icebox, það var það af Icebox að að Davíð Rúnar kemur til mín og segir við mig heyrðu, ég ætla að leigja kaplakrika. Ég já, ok og eftir 2 vikur þá ætla ég að halda boxmót og ég já, ok það hljómar ömurlega þetta er ömurleg hugmynd
síðan fór hann að tala sko útlagan kostnað sem hann ætlaði að fara að setja í þetta og hann bara, já ég ætla að fljúin hérna fólki frá hérna, hvort það hafi verið Noregur eða Bretland, manni hvort þetta var allavega hann það byrja eitt af fyrstu skiptunum og hann bara, já ég ætla að fljúin fullt af fólki og það er bara að boksa upp okkur, ég eitthvað, eitthvað geðveikur? Já. Þetta er ömurleg hugmynd og ég náttúrulega svo héltamur, ég fer þú veist skoða bara tölurnar hérna, þetta meikar ekki sens, en hann einhvern veginn næra að keyra svona hluti í gegn og það er svona svolítið það sem að kannski aðskilur okkur líka, ég bara, hann er með miklu víðsýni haus, hann er bara eins og einhver, hann er svo að sé bara einhverju sveppatripp allan daginn, bara fær, og ég er alltaf, og núna til mig segi ég við hann bara hérna, já, ég er mjög góða reynslaði að þú hérna keyrir í framkvæmd hugmyndir sem mér finnst ömulegar það er ótrúlega oft að segja ég segi þetta við hann sko, ég segi bara, já ég er mjög góð reynsla að nota hausuna þér, minnst það ömuleg hugmynd en hún er örgulega góð það það er með langar að fara yfir eitt dæmi, svona viðkvæmt fólk og svona, því hér erum við samfélag sem heitir Mæðratips það kemur einn, því Aron hann er vinur minn, og ekki bara vinur, hann er nálægt eins og bróðir minn og hann er númer 1 mest liða séð á DFF í dag stórt enn og aftur en það kemur einn sterk og hendur í Gussit Anonymous post hver Þórir skrifundi nafn í dag Ronni til dæmis það er mjög fáir sem Þórir, þú Þórir ég reyni en hér þú varst í veislunum daginn með Sigga Bond og Income Pally Big Income Pally og það er verið að tala það er grótaralegt samtal á milli ykkar það er búið að fara fyrir brjóstinn á hvað, 13 hræðum? Já, 13 hræður sem læku þetta Já, á Mæðratips Getur við fengið bara fyrstu myndina hana? Já, sjáu þið, hann er þetta er á Mæðratips, Anonymous Member Er þetta bara samþýtt að tala svona í útvarpi? Ofbauð þegar ég hlusta á þessa félaga á leiðinni heim úr vinnu daginn Aldrei myndi ég tala svona eða við vini mína og hvað þá greiði stelpuna Getur við útskýrt hvaða vanvirðingar samtal fór þarna á milli? Maður skjóta inn ég get ráð fyrir því að fólk hlusti á 2 klukkustundir af þessu Já, virðist vera okay. 2 klukkustundir á bulli Eru þið að ranta svona í 2 klukkustundir? Það eru auglýsingar okkar líka Samtalið 1,5 tími eða eitthvað En þetta er ekki að segja eitthvað hræðilegt allan tíma? Nei, ég myndi ekki segja það Þetta er þannig, hann sagði að gaur sem heitir Daði Ófeigs hann hafi farið heim með konu sem væri þykkar í kantinum og þá sagði ég, já BBW þær þurfa ást líka og ég er náttúrulega sjálfur 110 kíló sko Þú mátt segja þetta sko Ég má segja þetta sko en þannig að það er basically málið sko Ég náttúrulega er BP plus BBM sko sem er body positive plus big beautiful man En það er í raun og veru allt sem að gera sko hann sagði hann hefði tekið konu í þykkar í kantinum með sér heim Er það ræðið? Já, það er ekki gott Það var brotið sem að allavega komin á DFF sko Fáðu að sjá næstu mynd að ég sko Ég kemur einn og ég fór aðeins á þessa stelpu og hún er með marga fána í næstu prófælmyndum Ótrúlegt að leyfa svona smá sálum að vera með útvarsþátt Það er, veistu hvað ég held þarna? Þarna hefði ég þurft að vera með ykkur að því það er eins og það ber engin meiri virðingu fyrir, þú veist, kvenfólki en ég Ég er náttúrulega einn heima bara með 3 stelpur og ég hefði svona geta haft vit fyrir ykkur En svo kemur þessi sleggja sem loksins sem ég tengi við sem það er frænka mín, hún Guðrún Ósk sem segir Ronni Gonni ælukall og þetta er mín kona Ég held nú að hún hafi skrifað þessa grein líka sem er Anonymous sko af því að ég hef séð hana áður posta á Anonymous og svo kommentar hún óvart undir sínu nafni og gleymir að haki Anonymous sko Það er reyndar óhefni sko Já, það er ólukka sko En Guðrún er náttúrulega er þetta nokkuð stelpan sem var að betla peninga á Twitter og X? Jú, X og Facebook þetta er svo saman Þetta er svo, já Er þetta nokkuð stelpan sem er með hana miðlakastið? Sko, er þetta talaði drauga? Jú, þetta er stelpan sem ég og Arnar lögðum inn á Já Þegar hún var að betla, ég man ekki hvað hugsunum var sko En betur, er þetta stelpan sem var að posta bikinimynda sér á Facebook meðan hann nýbúið að taka börnin frá henni? Já, basically sko. Hún var að betla og fór síðan til Tenerife með alla fjölskylduna en það er annar mál Herru, það er klippa í þessari grein sem heyrist nákvæmlega hvað erum að tala Ok, tjekkum þessa klippu Já, getur þurft að hækka Já Fá að heyra viðbjóðslegan talsmáta Það er gammalt timburhús Hann kemist heim 4:30 nóttin eitthvað Svo byrja húsi bara ískra sko. Allir vakna Gilvi er eitthvað pirrar hann vekur bróður sér Já, Gilvi Steinn bróður Daða Nú þekkirðu fólki Já Þá var við Steinn helvíti stór Ég hef svona Daða Það er svoleiðis Ég sverða Beautiful bara BBW Já, það er svoleiðis
Djöfull er ég ánægður með það. Nei, hvað meinar þið? Gaur. Þetta bara, ég hef þetta frá fyrstu hendi. Nei, frá bróðir hans. Máli það þarf einhver að sína þeim ást, sko. Og Daði gaur sem greinilega tekur á sig. Og það þarf að gera Málið það bara að það sem hefur verið augljóst í þessu atriði að það hefur verið hiti á henni, skilur við. Já. Og bara leið og Daði finnur lyktin af hiti. Þá er það mætt. Bara hiti, alltaf hiti. Þú veist, þess að segja Gústaf, það er bara Daði ekki hiti að, ég meina, sögðu hvað mikið hiti á kallinum í gerð, skilur við. Og það er Daði alltaf bara, hann tekur svona hérna, hann tekur, þú mjög oft í Dóttur fútbolbóndari. Hjöppi tekur hennan hérna. Er þetta eitthvað síkó, sko? Þá tekur Daði alltaf hennan hérna. Puttan, sleikir puttan. Jú, það er hitt á Gústa B. Já, smakkar puttan á Gústa. Ég meðan gæinn heitir heimski Daði hittasjúki. Já. Þetta er bara mennskur hittamæli. Hann heitir það, sko. Shit, það er svakar. Já, en sko þetta var alveg sæ, Gylfi bróðarnas er alltaf orðið mjög þreyttur á þessu, sko. Það er alltaf eitthvað kellingastand á. Það er læti. Já, og það ískrar svo í húsin. Hefur ekki komið svona gömul timburhús? Jú. Hann er upp á 3. hæð Daði, sko. Já, og meina það, þannig að það brakar í Hann gefur hann fastan, það er svoleiðis. Já, það er óviss. Finnst þér þetta í lagi, þessi 3 karlmenn sem tala svona? Þetta kemur svolítið inn á það sem við vorum að tala áðan með hérna ungt fólk og stjórnmál, sko. Ég held líka að þetta sé pínu þannig að sko stjórnmála fólk þyki ungt fólk og svona þessi svona FM stemmingin vera of hrjúf. Það eru of fín fyrir þessa stemmingu. Já, svona held ég, sko. kallalegt yfirlæti. Já, og ég meina, þú veist, ég veit ekki, mér fannst þetta, er þetta ekki alveg nákvæmlega sama og ég er alltaf að heyra, þú veist, ég kveiki aldrei á Auðun Blöndal og Egil Gils. Nei, ég hlusta alla, sko. En senast þegar ég hlustaði þá var það hérna eitthvað, þegar þú ert að taka konur á hlið. Já, þetta er Steindi. Þetta er svipað, sko. Þetta er svipað uppskrift, sko. En það eru þeir sem segir þetta, en ekki Ronny Gunni og Siggi Bond, sko. En ég meina, sko, en við þurfum líka að athugað það, að ég meina það eru miklu meiri eftirspurn til dæmis eins og eftir svona kontenti. Ég veit það. Heldur en til dæmis eins og stjórnmála umræðum. Og ég meina, það er bara eitthvað sem að, jú, þetta hafa, tökum Auðun Blöndal og Egil Gils, ég meina þeir hafa náttúrulega verið alltaf í deglunni. En ég veit það ekki, ég skil ekki alveg á hverju fólk er einmitt að keppast við það að vera móðgað og svo einmitt, þú veist, þetta leitar í fjölmiðla og 13 manns búin að læka einhverja færslu þar sem einhverjir strákar, þessi Páll, hann ekki stjórn, var hann ekki heimdalli eða eitthvað? Já, hvað svo leys? Jú, þetta er hann, sko. Ég held að hann hafi farið hérna, og hann hérna, og hver er hinn? Siggi Bond, Siggi sem Bond, er í Dóttur fútból. Já, ég veit hvað það er. Minn kongur, sko. Já, hvað er hann gamall áttur? Hann er hvað? Já, hann er ekki 91? Já, þetta er 91 eða 90. Hann minnur hans í 91, minnur hans í að gamall áttur. En hérna, þú veist, fólk einhvern veginn, eins og ég var að tala um með sko stjórnlyndi, að umræðan og ákveðnir aðeinar í samfélaginu vilja einhvern veginn að fólk séu ákveðin máta og þegar fólk einhvern veginn segir bara nei takk, ég ætla bara að vera eins og ég er þá er það einhvern veginn orðið sko ofbeldi gagnvart þeirri mannesku finnst okkur þetta í lagi hver fokkanum er þessu við hvern er þetta að tala, hver er við í þessu samhengi og það því að þú ert að segja bara að þín blygðunarkennd sé svo réttmætt að allir eiga að lúta í bara, og lúta þínum vilja út af því að við erum orðin einhver sameiginleg eining sem eiga að vera að stefna einhverju markmiði sem er ótrúlega óljóst og þau veit ekki eins og sjálf hvað er þangað til að við erum komin á betri stað það er náttúrulega bara eins og trúabröð sko. En hérna og þess vegna fer svona rosalega í taugarnar á mér einmitt eins og þegar einhverjir strákar er eitthvað að djóka í útvarpi og ég meina það er bara eftirspurn eftir þessu þetta er bandir, þetta var ekki grófu bandir ég meina ég man eftir ég bara þegar ég kannski kringum við 14, 15, 16 menna útvarpið þá þegar að það voru bara svona
alls konar þættir það voru miklu verri hlutir sem voru sagðir og gerðir og ég meina, og ég ekkert að segja einhvern veginn að við erum að leita aftur þangað en það einhvern veginn að þegar fólk farið að segja mér einhvern veginn, já ég meina finnst þér þetta í lagi, eða sko finnst okkur þetta í lagi út af því að við eigum einhverja samheilara hagsmuni, bara hættu að segja orðið við segðu bara, mér finnst þetta ekki í lagi, hvað finnst ykkur? Það er alltaf í lagi og það er 13 mann sem eru sammálaðir öllum erum með drullu saman í 25.000 manna grúpu hættu að segja við og líka þú veist, sérstaklega þetta eru einhverju usual suspects sem eru hvað sem er alltaf móðgauður öllu Þetta er alltaf sama fólki, sko en svo sjáum við líka til dæmis eins og hvernig það var áður fyrir þú veist, tvíhöfði hafi verið kærðir þú veist, oftar en einu sinni og oftar en tvisvar bara fyrir eitthvað comments þeir gerðu strákanur okkar hafi verið kærðir fyrir einhver comment sem þeir gerðu og margoft verið svona hvað segir maður, að kvarta í fyrirtækinu út af þeim og eitthvað svoleiðis. Það snýst bara að segja eitthvað, biðja svo bara afsökunar, það var allir góðu sko. Þetta er náttúrulega bara stjórnlindi, sko, ég meina hægri menn voru ekkert skárri hérna í gennum tíðinni, ég meina þegar Spaugstofan var á hét og þá voru þeir oft kærðir sko, en það voru oftast sjallanir sko, sem voru að segja að það væri að særa bliðina gett fólks og gagnvart kirkjunu og núna eru vinstri menn alveg búin að taka þetta yfir og núna er allt bara, ef einhver sko frekar í setti eða eitthvað, þá er það bara má þetta, finnst okkur ekki erum við ekki komin lengra, er ekki 2023 þú veist, viljum við sem samfélag láta kenna okkur við, þú veist þegið, hættu að segðu bara það sem að þér finnst og spáðu svo bara í því hvernig þú vilt í rauninni móta þitt framlag ekki vera einhvern veginn sópöllum undir sama móðgunar bull kennistaf sko. Já, sammála. En fyrir svona 2 árum hefði þetta verið örugglega 500 like. Já, það getur verið af því að, þú veist, þetta er að breytast. Já. Hvað telur þú að sé ástæðan fyrir þessari breytingu? Ég held að sé að efnahagsmálin eru, og ég meina, þú veist, maður tók líka aðeins eftir því að það var aðeins, það hjóði aðeins í þetta þegar að ráðast inn í Úkraínu og þá allt í einu, já, heyrðu, alveg rétt, við búum hérna í raunverulegum heimi, það sem eru raunveruleg vandamál og svo náttúrulega þegar þessi hræðilegur atburðir eru að gerast hérna Ísrael og Palestínu og svo líka bara verðbólgan er að bíta fólk er að þurfa að passa miklu meira upp á hver einstu krónu kílóverðið á, þú veist, lambakjöti er komið hátt upp í 7.000 krónur fólk þarf virkilega að byrja að spá í því svona hvernig þau haga svona málum tala nú ekki þá sem er með hérna lán sem er að losna á óverðtryggðum vöxtum sem er að fara að tvöfaldast þá held ég bara fólk sem er auðvitað sá fólk þetta áður og var bara, já, ég meina þetta er bara eitthvað móðgumannski, en svona ég læt að slæta en núna er bara fólk bara haltu kjafti, skilur, ég er að ríla hérna við, skilur, ég á 3 börn og ég keypti mér íbúð á, skilur, ofdýru verði út að ég hafa búið að ljúga því að mér að vextinni myndi vera svona til frambúðar að þá held ég að fólk get ekkert hlustað á eitthvað fólk sem að segir eru við ekki hægt að nota svona orð yfir þegið Herðu, og svo tala lambakjötið og svona hvað gerir þú í, til dæmis, þegar COVID sprakk á? Fórst þú að spara eitthvað eða hvernig var það? Mér fannst nokkuð ljóst að verðbólgan myndi koma hratt ég held reyndar að hún myndi koma hraðar heldur hún gerði en ég keypti mig bara þú veist, þegar sjálfstæðarflokkurinn var farin að segja hérna að við sem komin inn í lágvaxta umhverfi til frambúðar þá var ég bara, nei, ég ætla að kaupa mig 400 lítra af frystikistu og fylla hana mat sem að ég og gerði og hérna og ég meina það hefur komið sér mjög vel ég er gaman að skoða verðmiðana gamla verðmiða, það sem maður sér það er töluvert ódýrara, en ég meina það bara eins og ég var að nefna áðan þú mókar ekki peningum inn á hagkerfi samhliða því að slökkva því og býst við einhver annari niðurstöðu og þú veist, jú, ég les alveg slatt af hagfræði en þú ættir ekki að þurfa að vera hagfræðingur, þá er ég að tala um stjórnmálamennina til að hafa séð það fyrir stjórnmálamennina máttu alveg vita að þetta myndi koma til með að gerast og það var bara svo augljóst svo að tala um þetta, það var alveg fólk skilur eins og Paul Krugman og fleiri sem voru að tala um og Sigurður Ingi sagði þetta líka, við getum vaxið upp úr þessu sko enginn voru að vaxa upp úr þessu sko ekki þú veist búin að dæla svona mikið af fjena og því að þú veist, það sem er líka að ef að framleiðslukeðjur er rofna þær eru ekkert bara settar í gang 1, 2 og bingo og þegar framleiðslukeðjunar í rauninni rofnuðu í COVID
að þá bjöggum við bara við þann veruleika að aðrir aðilar þurfti að fara að dreifa verðmætunum sem að setja þá hærri prís út af því að það er meiri eftirspurn og núna erum við náttúrulega búið við þannig hagkerfið að það er svo mikið af umframfjármagni inn á kerfinu að hvað gera þeir sem eru með umframfjármagni? Náttúrulega fara bara að kaupa sér skynsamlegustu fjárfestinguna sem er steypa og þar alveg eru þeir að keppast við, ég meina fólk er núna að keppast bæði við stéttarfélögin, félagsbústaði, kennarasambandið og fullt af öðrum aðilum sem eru að reyna að kaupa á eignirnar. Ég var að lesa í morgun hérna að það er reitur hérna í miðbænum, man ekki alveg nákvæmlega hvar, þar sem er verið að selja eignir og þeir eru íhuga að taka hana úr sölu en þeir eru búin að selja nokkrar eignir og 8 fóru til félagsbústaða, 4 til kennarasambandsins og 1 til einstaklings. Restin er þeir að pæla að setja leigu út þeir komaði mikið út og það sem að fólk þarf að spá í líka sko, þegar þú slekkur hagkerfi og það er mörg glötu tækifæri í framleiðslu þú hleypur ekkert að því að koma framleiðslinu á sama stað á hann var og ég meina ef þið hugsið líka út í bara einhvers konar viðskiptatækifæri hvort eru þið líklegri eða ólíklegri til þess að hlaupa á viðskiptatækifæri í dag heldur en þau voru fyrir 3 árum miklu ólíklegri út af því að það hefur engin tök á því og þar alveg er engin að svona reyna að finna sér einhverja sniða leið til þess að bjóða fólki verðmæti og þjónustu út af því að það er bara ekki tækifæri en bjóða ekki upp á í þessari verðbólgu og þannig að verðbólga er ekki bara það að hlutinu verða dýrari þetta er miklu meira en það þetta er líka það að fólk er ólíklegra til þess að hafa vilja til þess að auka framleiðslu á ákveðnum sviðum og þar alveg eykur það líka verðbólguna þannig að það er talað um þráláta verðbólgu hún er þrálát og ekki út af því að verðmæti er alltaf að hækka hún er líka þrálát út af því að fólk er ekki að vilja búa til meiri verðmæti og þar alveg eru fleiri að sækjast í sömu verðmæti og bjóða þá hærri prís og við segjum bara, hækkum bara launin þannig að allir konum með hærri laun og ennþá sækjast sömu hlutina og fasteigna verð hækkar Þannig að þetta fer alltaf í sama grötin Allt í sama grötin að hækka launin en legan hækkar eða lánin hækka og svo erum við náttúrulega bara að segja fólki að bara ef að þú lendir í einhverjum vandræðum þá er bara opinber stofnun sem að kemur og knúsa þig og þú ert ekki að hafa neinar áhyggjur þannig að þetta er margt svona margt tengt. En hvað sjáu þetta eftir 5 ár eða 10 ár? Sko, ég veit það ekki en ég svona held að þegar woke-iðnaðurinn er að falla þá held ég að muni verða rými fyrir alls konar öðruvísi breytingu líka ég meina það til dæmis bara það verður ljótt að sjá það en ég meina það er fullt af gráðum til dæmis íntælunum eins og í Bandaríkjunum það sem þú ert með eitthvað svona bara gender queer studies og einhver kallar þetta hérna dancing lesbian theory það sem er bara þú veist einhverjum svona bullgráður sem engin eftirspurnin eftir og ég meina kynjafræði er bara einn af þeim svo ég tala bara hreint út það eru bara eins og trúarbrögð og það er engin verðmætasköpun á bakvið þetta þetta snýst ekkert lengur það að ná einhvern veginn konum á réttarstað í samfélaginu það snýst miklu meira það bara einhvern veginn að vera réttlætt eigin tilvist og ég held að ég eftir að vera meira óþol gagnvart því hvernig svona öll þessi svið innan allir þessar Reykjavíkurborgar eru að starfa sem eru bara í einhverjum bull starfi búið til einhver skýrslu sem enginn les og eitthvað þannig þannig að ég held að ég eftir að miklu meira eftirspurn eftir skilvirkni aftur á móti þá er ég pínu stressaður að hvernig mann líta út út af því að það eru alveg líka greinar innan háskólaveggjanna sem eru ótrúlega mikilvægar sem að gætu skolast eitthvað frá með öllu því samlega því að það sé verið að hérna taka til í bullinu og ég er pínu ágjörð því út af því að fólk oft gerir sér ekki alveg grein fyrir því svona hversu mikilvæg akademían er í bara öllu okkar samfélag og hefur verið hún var miklu mikilvæg, ég held að hún geti náð kraftur sem hún í, en ég er pínu stressaður á því sko að þetta muni svolítið skolast til samlega og það er það sem ég er búin að reyna að vara fólk við sko, ekki leyfa kynjafræðinni að vera smitast yfir í hinn fræðin og þá gerir þú ert bara eyðileggja fyrir sjálfu þér En eins og vorum að tala áðan það er farið að taka minna mark á þeim Edda Falleg var náttúrulega óheðaleg Steini vildi áreita svo konu þannig Ester í Bónus er það ekki að spila stóran þátt að fólk er að sjá hvernig þið eru raunverulega? Jú, sko, má ég líka tala Steina í Bónus? Já. Nei, Ester í Bónus, Ester í Bónus og sjálfsögðu Steina á þriðjavættinni
eða steina í bónus, maður veit ekki hvort hann sækir starf sko. Hver veit. En hérna, það sem mér hefur þótt pínu pirrandi við þá umræður er að, sko, ég veit alveg að ástæðan fyrir því að allir eru svona brjálæðir var undirliggjandi óþol gagnvart öllu sem hann var að segja. Skilur, þetta snýst ekkert endilega það eitthvað hann hafi verið að siga hérna 20.000 fylgjendum á þessa konu sem að hann reyndar gerði. En þetta snýst ekki beint það að ég tel. Og mér finnst þetta að vera samt, sko, pínu miður út af því að ég held að fólk þurfa líka að gera sér grein fyrir þeirri hættu sem að, sko, þessi hugmyndafræði skapar. Og þetta atvik er ekki meinið sjálft, heldur bara einkenni. Þetta er það sem að þessi kynjafræði kennir þér. Þú ert með það réttlátan málstað að þú ert þarna í aðstæðum þar sem að þér er synjað það að selja þína bók og þú telur bara hagkvæmast og eðlilegast og skilvirkast að senda þetta e-mail á 20.000 fylgjendur í von að skilur e-mailina verða einhver grautur. Er hann ekki að reyna svolítið að múta henni bara? Mér finnst það bara hótun. Mér finnst það vera hótun. Ég meina, þetta er náttúrulega bara bullyismi. En við þurfum að gera grein fyrir, skilur, við þurfum að horfa dýpra á þetta, því af hverju telur hann þetta vera skynsamlegt? Skilur, hvað er það sem að fær hann til þess að telja þetta að vera skynsamlega ákvörðun í því að ekki ná sínu fram? Út af því að ég menna og ég var að ræða þetta, þú veist, ef þetta hefði verið eitthvað annað fyrirtæki, það eru ótrúlega margir sem hefði lúffað. Ef þetta hefði verið pizzan, getur hafa lúffað. Ef þetta hefði verið festi, ég held að þeir hefði lúffað, sem er krónan. Og ég held að við þurfum að horfa á svona undirliggjandi hvata af því, sko, hversu biluð öll þessi hugmyndafræði er. Út af því að þú ert með það réttlátan málstað, það skiptir henni einhver máli hversu margir, það er einn kona, við eyðileggjum líf hennar í 6 mánuði eða hvað sem er og þú veist, kannski er það yfirdrifið, en ekki sumum samfélagum það myndi það gerast. Og þau bara, nei, þetta er réttlátt út af því að við erum að berjast fyrir því að konur séu hætt að vera kúaðar á heimilum sínum. Og það er það sem er svo hættulegt í þessu, er að þau skilur raunverulega trúa því að þau séu að framfylgja raunverulegum vilja kvenna og þar af leiðandi er ein kona sem upplifir einhver óþægindi í einhver tíma bara þessu virði. Og það er þetta sem er svo ótrúlega galið allir þessar hugmyndafræði, er bara hvers konar aðgerðir úr tilbúin að réttlæta undir þeim formerkjum og þú veist að réttum málstað. Þú veist, það er ekkert hættu, þú veist, að sjá náttúrulega allir í gegnum þetta rugg. Þú veist, maður lesa þessa bók og þetta er algjört komedi. Já, Helgi Hrafn reyndar að vara að kaupa eina. Já, Helgi Hrafn var að kaupa hérna, já, félaginn. Ég heldur reyndar að ef að Pandora hafi keypt hana handónum. Já, hann kom með hana heim allavega. Ég ætlaði að koma með hana hinga, ég fokk glindi. En hérna, nei, ég meina, en það sem við þurfum að gera okkur grein fyrir er að þetta er ekkert bara, þetta er ekkert hérna, einskorðað við þetta tiltekna atvik. Því þetta er allur þessi woke iðnaður. Þetta er bara, eins og segja, þetta er einkenni af þessum vírus sem að ég tel að woke iðnaðurinn er. Og því að mér var svo gott að þetta kæmi fram, en mér var pínu miður hvað þetta væri eitthvað, þú veist, við erum eitthvað, já, Ester er manneskja ásins í eitthvað, já, en við þurfum að horfast í augu það að bara þetta fólk telur sér samt ennþá hafa það mikið rétt fyrir sér að þau telja þetta vera í rauninni hegðun sem er bara eðlileg í samfélagi og það er bara galið og eins og segið og þegar við erum að segja við fólk núna í dag já, hérna ertu með 3 ára lífiðinni sem áttar að eyða innan veggja háskólans farið kynjafræði þetta er bara, mér finnst það bara ljótt að fólk sé að segja svona við aðra mannesku, mér finnst ljótt að fólk sé að segja við aðra mannesku heyrðu, þú ættir að fara og eyða 3 árum af þínu lífi bestu árum lífsþíns í langvæstum tilveikum í einhverja bullgráðu þar sem þeir eru bara kennt að færa rök fyrir sko, einhver sem ég jafnvel gagnstætt hérna sannleikanum þrátt fyrir það að það hagnist þér tímabundið og svo þegar þú kemur hún að vinnumarkað þá er þetta engin eftirspurn eftir þér þú ert ekki búið til verðmæti fyrir neinn og ekki fara að segja mig það að þetta snúist það að hérna jafna laun karla og kvenna það snýst ekkert lengur, þetta snýst ekkert það þetta er bara, það verið að tala hérna já, kynfærarakstur er út af því að karlmenn eru í grunninn barnanýðingar og þetta er ekki jók sko þetta er innan fræðana
Þetta var það sem ég lærði þegar ég fór í kynjafræði í minni stjórnmálafræði. Það galið. Við erum bara svona og það einhvern veginn Það rosalega Já, ég meina þú veist og það einhvern veginn sko að við höfum ekki getað sett stopp á bullið mér var svo eitthvað pirrandi að við þyrftum þetta til þess þó svo eins og segi ég ætla ekki að segja ég fagni ég fagni ekkert einhverjum svona cancelkultúr Það var kampaðinn heima á kallinu Það var kampaðinn heima á kallinu Nei, ég meina einhvern veginn eins og segi þetta er svona En cancelaði hann sjálfur sér, basically, eða? Já, þetta var þetta ekki orðin þungur róður samt Þau voru búin að selja held ég 1500 eintök Já, Björgunarsveitin í Ármúla kefti 1900 Nei, jú, brennuna Já Ætluðu hafi selt 1500 bara legit Það voru 1500 farin, ég veit ekki En svo veit maður ekki hvort þeir hafa búlið eitthvað fyrirtæki að taka eintöku Já, svo er líka, þú veist, fólk verður kaupið í gríni Já, það var enda mikið Þetta er grín ársins Snorri Másson fekk hérna í gjöf frá konunni Fólk er að fá þetta í Þetta er hörkubók Ég myndi segja að Þorsteinn Vaff sé sko maður ársins á mér En svo er náttúrulega málana líka kemur þetta aftur Já, svo er það spurning sko Ég veit ekki Ég náttúrulega var í hérna menntaskóla með Eddu sko Við djöfum saman allar helgar og margar helgar, já, á sínu tíma Svo fór hún svolítið á skrýtna vegferð ekki sem meira sagt sko Já, nei, ég veit ekki hvort hún komi aftur Ég veit ekki hvað það þýðir að hún komi aftur sko Hlaðvarpið Ég bað hann að koma einhvern veginn í þátttíminn og hún sagðist vera forðast fjölmiðla það er bara líðin, ok en við erum allavega ekki vinir í dag ég er alveg til að vera vinur hennar en hún held ég ekki vera vinur minn sko. Nei, og sérðu það þannig hún er búin að snúa spaki í gegn þér og öllum þessum góðu tímum í háskólanum Það er frekar fyndið að eftir svona þú veist, ef maður fer í það að vera svona gagnrýnislega vókuðinaðin og vera að segja svona þína skoðanir Það er alls konar fólk sem að vill ekkert með þið hafa lengur en svo eignast maður bara aðra vini og það er svona vil ég sko hvetja þá sem er ennþá að hlusta hérna að horfa líka til þess bara maður á að segja það sem manni finnst maður á ekkert að vera feimin við það maður á að vera tilbúin að bara segja sína skoðun og gera sitt því að sko því að ef þú ert alltaf bara einhverjum heigulskap að þykjast vera á einhverju réttri skoðun og þá verður það bara heigull að eilífu sko. Mér langar að taka eins hérna sko að ég er með eitt liðið hérna sem ég var til að þið tveir farið í þannig ég búið Waterclouds og þú náttúrulega varst bara með ég var hérna með tárin í augunum þú varst að tala um Waterclouds á þann Já, ég hérna þið gáðu mér hérna dollu senast ég sko vanalega þegar maður fær eitthvað svona frístöf þá er ég bara já, ok Svo prófaði þetta eins og þetta er miklu betra en DeFi sem ég nota vanlega sko. Ég er með DeFi núna sko. Herri, það var líka drullaði við klippinguna minna senast Já, ég sá það á TikTok Akkur klára hann í klippingu svona Ég sagði við konuna ég vil fá nákvæmlega sömu klippingu svo ég fá nákvæmlega sama komment Það er gott En það er bara máli þessar vörur er að það er að græta fólk Já Pappi ringdi mig grátandi sagði okkur ekki búin að segja mig fyrir Þið verður að segja af hverju þið verður að segja af hverju þið verður að gráta sann Það var einmitt gleðið tár sko Ég skildi ekki hvað hann var að tala um fyrst Ég fór í svona kvíðakast sko Herðu, þetta er sem sagt sko Já, ég er tilbúin Name better duo Ég kem með 2 duo og þegar ég velja hvað er betra duoið Bókin þriðja vaktin og tippabúr á móti 101 Reykjavík og Hasshausum Hvað svona væri ykkar duo svona vombo kombo Ég held ég tekki 101 á hassið Var mikið í hassinu Er ég að fara að vera í þessum aðstæðum þá? Já, svona þannig séð 101 á Hasshausar Já, það ekki Þú ert mikill Hasshaus? Nei, ég hef prófað hass tvisvar yfir ævina Ég fór bara í eitthvað svona panikast Ég held að það væri gras sko og hérna þá var maður að slesast einu sinni sko En svo var einhvern tíma hass og það var alveg gufur Það fer ekkert vel í alla sko Nei, það var mjög illa mig Herðu, Jeppakall 69 og Kvennfólk á móti Ronni Gonni og Kallalætti Yfirlæti Hver var svona ykkar? Ætli ég verði ekki að velja Kallalætti Yfirlæti því ég var með það Já, Jeppa og Kvennfólk Og Gjellur, já, spurning Það er nefnilega málið, sko, fólk elskar Jeppa og Gjellur Það er út af Gjellunum samt, sko Tengist þér ekki neitt Þú valdir Herðu, það var að síðast bara Litlir kallakallar og flugveldar á móti sterkum feminískum kallmanni á hjóli með DUI náttúrulega að kvarta við mengun á Twitter DUI Fyrra Eru þið flugveldakallar eða?
Ég var það. Já, maður hefur alveg skotið upp sko. Já, Ég var mikið að taka víti í sundur í gangi. Já, það voru einhvern veginn allir í því sko. Varstu að hendi í ruslatunnu? Já, ég hef gert það. Það er ekki fallegt. Sprakk í hendinni líka einu svona á vinnu mínu. Já, það er skilið. Nei, hann er skilið. Hann átti það Ef þú eru að setja í ruslatunnur og eitthvað svona, þá bara... Já, kannski. Karma. Herru, hvernig finnst þér argentíski forsetinn? Javier Milei? Já. Mér finnst það mjög áhugaverður. Ég var að mynda að ræða þetta við frænda minn sem er mikill frjálsgjumaður líka og það verður svolítið áhugavert að fylgjast með því sko, ef þetta rætist sem hann er að segja og hann er að gera ef það rætist úr í þannig að það gangi vel þá verður rosalega erfitt fyrir önnur lönd einhvern veginn að viðhalda þeim svona stjórnunarstruktúr sem að er við líði í dag. Ég meina, mér finnst vera allt og mikið stjórnlendi í dag. Ég meina, frelsi einstaklingsins er orðið bara eitthvað svona tabú sko. Þannig að það verður mjög áhugavert að fylgjast með því. Ég meina, ef hann gengur vel og en að 34 ára og hann nær að koma argentínska peson, ég er nefnt búin að vera að fylgjast mikið með því sko, þróun argentínska pesons, hann alltaf felldi gjaldmiðlinn og hann fjall niður og hann er ekkert búin að ná sér eitthvað mikið upp en svo er aftur á móti, ég meina það er spurning, ég meina hann var náttúrulega með ótrúlega yfirlýsingar hann áður hann kom inn og sagði bara hérna þessi stofnun er farin, þessi stofnun er farin, þessi stofnun er farin það gæti alveg leitt til ákveðin svona óstöðuleika sko sem ég veit ekkert hvernig mun koma til með að líta út en svona í prinsipinu, ég meina maður hefur verið að sjá ræður eftir hann það sem hann er að vitna í það hvernig til dæmis tollar hafa áhrif á hagkerfi innanlands og fleira þýmleit sem ég er bara hérna að sammála og það var bara eftir að vera áhugavert að fylgjast með þessum ég er, ef ég var að tala fyrir mig persónulega, þá er ég mjög spenntur sko. Já, ég er maður búin að horfa á nokkuð TikTok á hann sko, maður helviti svona, hann er skemmtilegu kallinn. Já, hann er litríkur. Það er eins og sko, þetta væri svona kall sem ég væri til að jamma með. Já. Það er svona algjörlega sko. Já, ég var til í bjór með honum sko. Já, og það er, og eitt bjór myndi leiða bara 4 daga vöku sko. Já. Hann er vígalög sko. Hann er geggjað sko. En hver á spurningin sér? Var eitthvað spurning? Hvernig finnst þér argentíski forsetinn? Já, þetta var ekki inn í liðnum. Nei, ok, ég var alltaf að bíða eftir að gema eitthvað meira. Nei. Við höfum til með bara 5 mínútur viðbót. Já, við kannski komum inn á þarna stöðu fangilsa og hvað segir maður, með auknir svona hættulegir glæpir. Já, Jesus. Hvað er að gerast í íslensku samfélagi? Ég, sko, maður náttúrulega kynnist allskyns fólki og hefur svona kynst, maður svona þekkir alls konar fólk sem er á alls konar stöðum og þau tala alveg svona að þetta er orðið svona meira ruthless og ég fá að sletta sko. Ég meina gaurar í dag er að setja sko bara kókflöskur í raskæti á gaurum sko. Já, ég var ekki búin að heyra því. Nei, það er brútal. Já, það, ég veit ekki sko, mér finnst þetta að vera sko, ég horfi á unga karlmenn sem orku og þegar maður heyrir af einhverjum, maður sér einhver svona mymbönd af einhverjum að stinga einhvern eða einhver svona hrylling sko, þá hugsa ég bara, þetta er bara vannýtt orka og þetta er vannýtt orka út af því að við þurfum í rauninni að búa þannig hnútana að þeir geti verið á þeim stað að þeir eru ekki bara að væla allan daginn og ég held að þetta hafi bara stórkostlega vond áhrif hvernig við erum með þetta sko. Það við rættum þetta síðast með að þú veist að koma til móts við fólk á öllum stundum og flera því líkt einmitt sem að lendi í neyslu og þannig. Ég er ennþá við þeirri skoðun að ég tel að bara fólk þurfi almennt að rífa sig meira í gang og hugsa og horfa meira inn á við heldur en að vera alltaf að spyrja sig bara heyrðu hvað getur samfélag gert fyrir mig og ég held að þetta sé, sko þetta er kannski algjör einfeldni og fólk hafa þar að hlæga mér en ég held að þetta sé að stuðla að aukningu í þessum efnum. Ég held að það sé ekki gott fyrir samfélagið að við séum einmitt við einhvern veginn að segja við karlmenn hérna að þeir eru undirstað og eða þeir eru upphaf og endir alls íls en þeir þurfa að vera vælaðan daginn og halda sér til hlés og samt sem að taka ábyrgð á einhverju sem þeir voru ekki eins á staðnum til þess að taka ábyrgð á og vera einhvern veginn nákvæmlega eins og sko einhverja feminísk hugmyndafræði vill að þeir séu. Og svo náttúrulega bara virkar það ekki og þá er bara það er ekki nóg af því það er ekki nóg af því að þeir fái að koma sem tilfinningar ég held að sé bara agaleysi ég held að sé bara algjörst agaleysi sem er náttúrulega líka í grunninn aumingjaskapur sko því að það geta tekið ábyrgð og vera agaður við mismunandi aðstæður er náttúrulega bara fyrst og síðast sko ástæða fyrir því að þú getur í rauninni
já, bara séð fyrir sjálfuður í framtíðinni og ef þú getur ekki séð fyrir sjálfuður í framtíðinni þá ert alltaf bara upp á einhvern annan komin og ég held að sko, þú veist, nú erum við búin að vera að segja þessi skilabóð sem ég var að segja núna til stráka í mjög langa tíma og þetta, ég ætla ekki að segja að þetta sé afleiðing þess en það er allavega ekki búið að bæta stöðuna þannig að ég held að þurfum miklu meira eins og ég segi svona aga þar sem að við þurfum að segja við unga stráka bara reyndu að haga þínum málum þannig að þú sért að bæta stöðu þína og stöðu annarra í kringu þig ef þú ert að gera það þá ertu nett pluss fyrir samfélagi ef þú ert nett pluss fyrir samfélagi þá getur þú stoltur að þér ef þú getur stoltur að þér þá getur þú allavega dáið sáttur þegar frammyndur og ef að þú gerir þetta ekki þá er það bara nett mínus fyrir samfélagi og þú veist, ég meina það vill enginn vera nett mínus fyrir samfélagi vill enginn vera þessi gaur sem skilur út úr kókaðar og ganga með hníf niður í bæ skilur og það er bara djöfus aumingjaskapur sko og við þurfum einhvern veginn að horfast í augu við það og samhlega því, ég myndi eins og segja, það er bara vitlaust fólk held ég að tala við stráka þú veist, eins og vorum að tala aðan með stjórnmálin menna, okkur er þeir ekki komað að skilja svo að kjörsta það er bara þetta því að þeir eru svolítið svona bara þeir eru hrjúfir skilur þeir eru hérna með Palla og Ronna Gonna í útvarpinu að tala í einhverju djóki einhverja hérna stóra stelpu og þá er eitthvað svona hluti sem við getum ekki sagt okkur við sem samfélag og svo ætlum við samt að búast því að strákanir okkar verði hérna miklu betri þó svo viljum ekki taka neina ákvarðan heldur með skólamálin þar sem að 40% get ekki lesið til gags og það náttúrulega hefur álítar afleiðingar að ofbeldistíðni eykst þannig að það er óslega mikið að í þessum efnum og það er enginn einhvern veginn sem vil taka ábyrgð á því þeir eru þetta þegar það var hann að PISA-könnun kom út og þeir þurfum að passa okkar að benda ekki henni þetta var að benda allt það er allt að, þetta var að benda á fólk það er ekki allir að fá verðlaunapening þú veist bara, þetta er skrifað marga bækur bara, taktu ábyrgð á vandamálunum jáfnvel þó það sé ekki þitt vandamál og ef þú tekur ábyrgð á vandamálunum þá ertu miklu líklegri til þess að geta leyst þau það er bara geggjaða punktur já, sammála herðu, árum við lokum þessu hver er maður ársins? Kristján Lofts var ekki hérna Frosti Loðarsson er hérna hann er tilnefndur ef ekki bara segja hann fyrst þeir eru minn í stúdíónu ég gæti bara vel tekið undir það hann hafi nú breytt miklu líka hann gerði mikið það er svo fokkið vitið að það myndi vinna það er ekki geðveikt sko svo líka eitt hérna við vorum að tala að Þóra segja sína skoðun eins og þegar ég og Bjarki vorum á Twitter og vorum að byrja þetta hlaðvarp og svona þá voru menn ofta að senda okkur svona vá hvernig Þóra þessu bara eins og ykkur væri bara að fara að koma að drepa okkur mikið það sko bara herðu ég hvernig Þórið að segja þetta það hefur pottur að fara að cancel ykkur og veist fólk er svo hrætt við þetta ég veit að ég sko og ég meina ég hef rætt það áður ég meina einhverju leiti skilja alveg fólk sem kannski bara einhverju millistjórnandastöðu hjá Advania eitthvað hérna helvítis komanir eitthvað ég skila alveg en það er samt alveg sko þú veist það er alveg hægt að fara halva leið og ég meina signala svolítið skilur við mér finnst þetta nú samt alveg vera frekar galið ég get að segja þessi alveg sammála hérna Ronna Gonna og Palla en það er mig ekki segja þetta ég meina strákar tala svona við tölum svona þegar ég var yngri á ekki þurfa að hengja það upp á Arnarhól bara fyrir það að þeir séu hérna í bandir í útvarpinu Nákvæmlega það er sérstaklega þegar þetta var miklu verra áður sko þetta er eins og segi móðgæðasta manneskjan getur ekki verið að stjórna samfélaginu sko herðu Þórarinn ein pæling hlaðvarpið fara á partus.is fá ykkur áskrift við erum að fara að halda okkar fyrsta Pokémon í kvöld á Coolbet ætlum að gefa einhvern 150 skall að því bara ertu ekki á Coolbet eða? Nei, ég er ekki nógu duglegur. Ég er samt spilað svona póker. Ég var hérna svona flórmanager á Kasa. Viltu setja eitthvað á leiki helgarnar á Coolbet? Ef ég læti hérna að fá 100 eurur? Já, það sjálfsögðu. Það ekki? Það sem þú gerir, þú skafar hérna miðan, setur hann bara inn í bónus á Coolbet, þá ertu komið 100 eurur á aðgangin. Gjörðu svo vel, þetta er 15 árs kall. Ó, hjút! Takk að það. Fyrst þú elskar þetta svona mikið, þarfst þú ekki að fá eitt sjampó? Ég fer bara ríkur hérna nú. Já, það er svoleiðis. Alltaf geggjað að fá þig og þetta er ekki síðasta skipti sem þú kemur. Nei, bara endilega, gerum við þáttur. Herðu, síðasti þáttur ársins er liðinn. Þökkum fyrir fylgnina. Fáum fólk til að kjósa. Fáum fólk til að kjósa. Já, ég er ekki alveg sammála þar. Ég held að við ætlum að chilla aðeins heima og skoða þetta betur næst. Takk fyrir okkur. Takk hérlega.